lok síðustu aldar upphófst hér á landi mikið og óútskýranlegt góðæri. Laun margfölduðust, verg landframleiðsla jókst ríflega 3000% af 100 og veðurfar batnaði til mikilla muna. Sérfræðingar Hagstofu og Seðlabanka vissu ekki hvaðan á það stóð veðrið, enda gáfu allar hagspár til kynna viðvarandi kreppuástand, enda annað talið óhugsandi. Almenningur tók góðærinu fagnandi, ýmis munaður svo sem matvörur fengust í verslunum, rafmagn komst á landsbyggðinni og fólk streymdi unnvörpum í nudd og ýmis konar dekur eða lét jafnvel skerða hár sitt. En góðærið reyndist ekki helber tilviljun þegar betur var að gáð. Ungir frjálshyggjumenn höfðu gert sér það að leik að selja eigur ríkisins og þannig óafvitandi hrundi af stað atburðarás sem leiddi til þessarar miklu velmegunar. Starfsmenn Ríkisendurskoðunar með fulltingi stjórnarandstöðu brugðust ókvæða við þessum fréttum og kröfðust þess að eigum þjóðarinnar yrði tafarlaust skilað. Lögregla brá skjótt við og voru forsprakar frjálshyggjumanna handsamaðir hvar sem í þá náðist. Til allrar hamingju tókst að endurheimta ýmsar lykilstofnanir, svo sem Fiskistofu, Stofnun Árna Magnússonar og sjálft Alþingi Íslendinga. En ríkisbankarnir, Hæstiréttur, Skattstofan og Ríkisútvarpið voru þjóðinni að eilífu glötuð.